Fyrrverandi stjórnendur Sparisjóðsins í Keflavík eru grunaðir umboðssvik, ekki eru til pening til að mæta innistæðum ríkiborgar brúsann. Rannsókn fjármálaeftirlitsins á málefnum Sparisjóðsins í Keflavík er langt komin en grunur leikur á að umdeildar lánveitingar Sparisjóðsins falli undir umboðssvik. 18 milljarðar króna í Sparisjóðnum vegna innistæðina en afar lítið fé til að mæta þeim og þarf ríkið að borga brúsann. Þorbjörn Þórðarson. Í september 2008, rétt fyrir bankahrunið, lét fjármálaeftirlitið gera skýrslu starfsemi Sparisjóðsins í Keflavík. Fjallað hefur verið skýrsluna í fjölmiðlum að undanförnu, en meginatriðin í skýrslunni, sem mjög harðorð, eru að gerð útlánasafn Sparisjóðsins var vafasöm, óhóflegrar bjartsýni gætti í útlánum og hirðuleysi í innheimtu lána. Regluverk Sparisjóðsins var í ólestri, stjórn sjóðsins sinnti ekki eftirlitshlutverki sínu, þá skorti fullnægjandi reglur útlána áhættu, reglur heimildir Sparisjóðsstjóra til lánveitinga voru óskýrar og í mörgum tilvikum voru fjárhæðir trygginga vegna útlána lægri en fjárhæðir lánana og eignir Sparisjóðs voru ofmetnar, svo eitthvað sé nefnt. Æðsta vald Sparisjóðsins milli stofnfjárfunda var hjá stjórn hans en Þorsteinn Erlingsson var stjórnarformaður. Geirmundur Kristinsson var Sparisjóðsstjóri og bar ábyrgð á daglegum rekstri. Skuldbindningar vegna innistæðna hjá Sparisjóðnum í Keflavík nema alls 18 milljörðum króna en ekki eru til peningar til að mæta þessum skuldbindningum og því þarf ríkissjóður að leggja Sparisjóðnum til fé. En yfirlýsing ríkisstjórnarinnar að allar innistæður séu tryggðar er enn í fullu gildi. FME tók þá ákvörðun fyrir nokkru síðan að öll fjármálafyrirtæki sem færu í slitameðferð skyldu rannsókuð af óháðum sérfræðingum. Samkvæmt heimildum Stöðvar 2 liggur nú fyrir óháð rannsókn á málefnum Sparisjóðsins í Keflavík frá fyrirtækinu Deloitte og verður nýrri skýrslu Deloitte sjóðinn skilað til FME á næstunni. Grunnur leikur á að margvíslegar reglur hafa verið brotnar í rekstri Sparisjóðsins en grunnsemdir eru að háar lánveitingar til nafngreindra lögaðila og einstaklinga án fullnægjandi trygginga falli undir umboðssvik samkvæmt almennum hegningalögum. Grunnur leikur á að Geirmundur Kristinsson hafi farið út fyrir heimildir sínar og umboð sem Sparisjóðsstjóri. Hann hefur þó ekki réttarstöðu grunaðs manns í skilningi laga meðferð sakamála þar sem málið ekki komið inn á borð sérstaks saksóknara. Stöð 2 náði talið af Geirmundi í dag en hann vildi ekkert láta hafa eftir sér málið.